lamirnar og stýrishornið á hliðarstýrið. Og til þess þarf ég náttúrulega stélkambinn og hliðarstýrið sjálft. Og ég ætla að byrja því að merkja á hliðarstýrið hvar lamirnar eiga að vera og hornið. Og þær eru tvær, sýndar hérna á teikningunni. Ég geri bara svona. Og hornið á síðan að vera hér. Nú get ég líka merkt hér hinum megin á stélkambinn hvar lamirnar koma, vegna þess að ég þarf að gera raufar á báða fyrir lögmannum. Svona. Þá er merkingarnar komnar hérna á. Nú er gott af því að hérna kemur svona upp í spís að reyna að teikna á hérna hvar raufin kemur til með að koma. Svo maður getur nú gert þetta almennilega með hníf. Síðan til þess að staðsetja þær, þá þarf ég að finna miðjuna náttúrulega. Og þá get ég notað svona 3 mm crosset bút, en hérna er náttúrulega mjúkt undir, þannig að ég fæ mér smá plötu svona. Legg crossveginn hérna við hliðina á stílinu og strika. Og það er ágætt að fara báðum megin til þess að það sé öruggt að strikið sé á réttum stað. Þá fær maður svona fallegt strik og það eru í rauninni 2 núna, en ef maður sker síðan á milli þeirra þá ætti maður að vera akkurat á miðjunni. Svona. Nú ætla ég að gera raufar fyrir lamirnar. Lamirnar fylgja með og þær eru svona. Þetta eru svo kallar fíberlamir eða CA-lamir. Þær eru gerðar til þess að límast í með sekundulími og eru mjög sniðugar. Það er ákveðin tækni að nota þér og mjög þægilegt. En við byrjum á því að gera rauf og til þess nota ég bara þennan hníf. Hann þarf að vera beittur og ég byrja á því að bara skera laust eftir strikinu sem ég gerði. Sker síðan aðeins meira og þegar komið er svona millimetri niður þá get ég farið að ýta dálítið vel ofan í og draga. Þannig að ég þarf að ýta hnífnum inn í stýrið eða stélkambinn í þessu tilfelli og síðan dreg ég hann hérna aftur á bak og út. Aftur hérna megin frá. Svona. Þannig að þegar ég er búinn að skera þetta ofan í, það bil hálfa lengdina á löminni, þá get ég stungið henni hérna ofan í, sjáðu. Síðan verður á eftir, sýni ég á eftir hvernig ég lími þetta. Með stél með röddurinn sjálfan eða hliðarstýrið að þá er bara ég búinn að merkja hérna og þá er að fara varlega bara og skera hérna fyrst ofan í, reyna að ná beinu skurði, stinga aðeins meira, skera og síðan stinga og draga til. Ef að balsinn er harður þá getur þetta verið erfitt og það virðist vera sérlega harður balsi í hliðarstýrinu og maður þarf að passa sig að skera ekki á sig puttana. Svona og stinga í hinum megin. Það hitta í það sem ég er búinn að skera. Svona og ýta því svona. Nú ætti að vera komin þannig ferkantur rauf og lömin passar í. Nú ætla ég að gera raufar fyrir hitt og þarna setja síðan hornið á. Nú eru lamirnar komnar á sinn stað og
hliðastýrið situr nokkurn veginn rétt og getur hreyfst til hliðar. En ég þarf að setja hornið á. Hornið fylgir með, það svona. Á móti kemur svona pínlítil plata og það eru 2 litlar skrúfur sem að halda þessu. En ég þarf að byrja því að taka hornið og staðsetja það nokkurn veginn þar sem það þarf að vera. Og galdurinn að götin hérna á því sem að snúa upp og niður, þar sem að stýriskapallinn festist í, að lína þessara gata þarf að fara akkurat niður á þolinmóðin eða hornið á stýrinu sjálfu. Það auðvelt að leggja þetta svona ofan á og bara kíkja niður eftir götunum og þá sér maður að þetta nokkurn veginn á réttum stað. Þá getur maður merkt fyrir hvar skrúfurnar eiga að koma. Svona, þá komar merkingar fyrir þær. Skrúfurnar eru 2 mm þykkar. Það er að segja, já. Og götin í horninu hérna eru ekki nema rétt það bil það. Götin hér, þau þurfa helst að vera örlítið stærri. Venjulega þegar ég ger þetta þá bora ég með 2,5. Og af því að þetta er svo þröngt þá ætla ég að bora þetta líka með 2,5. Og ég er akkurat með 2,5 mm bor hérna í vélinni hjá mér. Þannig að ég byrja á því að taka bara hérna í götin. Svona. Þá get ég alveg verið viss það að skrúfurnar detta hérna í gegn. Svona. Ég bora náttúrulega ekkert í þetta því að hérna þurfa það að skrúast í. Síðan þarf ég að taka þessi göt og þá er ágætt að stinga fyrst með einhvers konar verkfæri. Ég er hérna með pínlítinn síl sem að gera þetta fyrir mig. Og svo bora ég í gegn. Þá er mjög gott að vera með hart undirlag þegar maður fer í gegnum þetta. Og hérna fer 2,5 í gegnum þetta. Svona. Nú get ég sett hornið á sinn stað og skrúfurnar í. Svona. Og þá kemur þessi litli dúti hérna hinum megin. Og að því að ég bora þetta svona örlítið á stórt, þá get ég möndla skrúfunum til þangað til að þær taka detta akkurat í götin. Og þá bara með að gera að skrúa hérna. Nú er dálítið mikið mál vegna þess að balsi er mjúkur og hann þolir ekki mikið átak að skrúa ekki meir en svo að það komi, maður rétt sjái að það byrjaði að kremjast, en alls ekki meira. Síðan, af því að þessar skrúfur eru leiðinlegar, þá getur maður sorfið þær niður með til dæmis þjöl, eða ef maður er svo heppinn að eiga dremmel, einhvers konar fræsara, handfræsara, þá getur maður hreinsað þetta til með honum. Nú er ég búinn að ganga frá horninu hérna, búinn að sverfa hérna skrúfuna til og þetta er alltaf að vera tilbúið. Og ég ætla að setja þessar sýrulamir eða límlamir hérna í. Þær límast með tónataki eða sekundulími. Til þess að auðvelda líminu að komast meðfram þá er mjög gott ráð að taka borvélina sem voru með áðan og er með 2,5 mm og bora inn í miðja raufina sem við gerðum áðan. Það sem þetta gerir er að þetta opnar raufina pínlítið og leyfir líminu þar að leka í gegn. Þetta þarf ekki nema að vera rétt aðeins og bæði á kambinum og á stýrinu sjálfu.
Svona. Nú ætla ég að setja lömina í, en til þess að það sé nú alveg örugt að hún skekkist ekki þegar að stýrið kemur á, þá tek ég svona títuprjón og ég sting honum inn í lömina það bil halva, þar sem helmingurinn af henni er. Þannig að það standi svona í gegn. Þá get ég þrætt lömina í hérna og þegar að títuprjóninn er komin að, þá er lömin nákvæmlega á réttum stað. Ég var búinn að setja í þessa löm og þá get ég sett hann á sinn stað. Svona. Og nú get ég þrætt stýrið upp á. Af því að títuprjónir voru hérna á milli, að þá veit ég núna að lamirnar hafa ekkert skekkst. Títuprjónir gera líka annað gagn. Þeir mynda örlítið bil hérna á milli sem er ágætt að hafa vegna þess að þá hreyfist stýrið betur. Nú ætla ég að líma þetta með svona sekundulími. Og ég þarf svona 1 og 2 dropa hérna sikkoru megin. Þá opna ég þetta bara svona og set dropa hérna sikkoru megin við títuprjónin. Svona. Þá geta að hafa smá tissue til þess að taka það sem fer fram yfir. Og hérna megin. Svona. Svo snýði þessu við og gera þetta sama hinum megin. 2-3 dropa hérna. Þarna fór aðeins og mikið af lími þannig að ég þurrka það bara í burtu. Hérna. Svona. Nú get ég tekið títuprjónana úr og stýrið er fast á sínum stað og hreyfist eins og það á að gera. Ég var líka búinn að staðsetja lamirnar í hæðastýrið, ekki líma þær, og ég var búinn að setja hornið á það. Þá getum við tekið leiðbeiningarnar og merkt við að skref númer 44 er búið.